fer að líða lokum hjá okkur hérna í föstudagsþættinum en við ætlum að enda á sviðslistum og menningu því að núna 7. mars verður frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar fjölskyldusöngleikurinn Benedikt Búálf og hingað til þess að segja mér meira frá því og bara tala lífið á Akureyri og tilveruna almennt komin Þórdís Björk Þorfinnsdóttir Dísal sem að leika í Benedikt. Velkomin. Takk fyrir. Hvernig leggst að þið vera komin aftur til Akureyrar því þú varst hérna í Vorið vaknar í fyrra? Já, einmitt, passar. Það leggst bara mjög vel í mig. Ég eiginlega bara hrikalega glöð að það vera komin aftur. Já. Ég búin að sakna Akureyrar, sko. Það var svo ótrúlega næs að vera hérna og svo kemur náttúrulega bara COVID og svo kem ég aftur hingað, þannig að þetta fullkomið, sko. Já, það ekki? Og æfingar fara vel af stað og náttúrulega bara langt komnar, ekki hvað, 3-4 vikur í sjötta, ég ekki mjög góður í reikning, ég var á málabraut og síðan. Jú, það passar, hérna, gengur mjög vel, æfingar ganga ótrúlega vel og ég bara mjög spennt, sko. Já, þekktiru verkið, varst þú aðdáandi Benedikts áður en að... Nei, nefnilega ekki, eða þú veist, ég kannaðist aðeins við það, ég horfði á upptökuna, ég fór aldrei á sýninguna sjálfa, horfði bara upptökuna og þannig ég ekki með þetta svona nostalgíu dæmi. Nei. En þú veist, maður þekkir náttúrulega lögin og maður hefur hlustað á þetta og svona, þannig að þú veist, þekkti þetta ekkert voðalega vel, sko. Nei, þannig að þú komið bara svona fersk að þessu. Já, má segja það, sko. Já, frábært og þetta náttúrulega eins og þú segir tónlist sem að flestir þekkja, ég meina það hafa allir held ég allavega heyrt 1 eða 2 lög úr Benedikt. Já, algjörlega. Þetta bara svona eitt af þessum klassísku verkum sem hafa ekkert farið fram hjá manni. Nei, nákvæmlega. Og nú, ég veit að þið eru að dansa þessa dagana, Lee Proud danshöfundur kominn til Akureyrar til þess að píska ykkur til og kom ykkur í dansform. Það hlýtur að vera samt svolítið öðruvísi að bæði að æfa dansa og leik og söng fyrir svona söngleik samanborið við Vorið vaknar sem var náttúrulega allt annars eðlis. Já, í rauninni, en það samt einhvern veginn, maður nálgast alltaf vinnuna svolítið svipað, þú veist, við erum ekki eitthvað svona að ganga út frá því að þetta sé barnasýning og þá komumst við upp með eitthvað minna eða eitthvað öðruvísi eða eitthvað þannig. Þannig að við erum alveg bara full on og Lee ekki að gefa okkur neinn afslátt. Ég get eiginlega ekki hrift mig, ég með svo mikið hasperur. Ég bara eitthvað, Já. Þannig að það ótrúlega gaman og hann fáránlega flinkur í sínu fæi og hann náttúrulega gerði Vorið, koreograferaði það og það var söngleikur sem hann þekkti náttúrulega rosalega vel en núna þetta bara alveg nýtt fyrir honum. Þetta svo náttúrulega bara íslenskur söngleikur, skilur við, og íslensk saga, þannig að hann þekkir það ekki neitt, þannig að hann smá bara eitthvað, hvað þetta og við erum svona að segja honum frá. En það alveg fáránlegt hvað hann fær í sínu fæi, sko. Einmitt. Og hann setur þetta alveg á næsta level, sko. Já. Og það náttúrulega merkið, Lee kemur hérna alla leið frá Bretlandi til þess að taka þátt í þessu, þú kemur að sunnan, að það hefur verið mikið í umræðinni sko, í öðrum greinum út af COVID að það sé að vinna mörg störf hvar sem verið að tala störf án staðsetningar og listamenn hafa alltaf svolítið bara unnið án staðsetningar, maður fer bara þangað sem verkefnin eru. Þú þekkir það náttúrulega verið í farandleikhóp líka og farið allt land en ekki, það hlýtur samt að vera gott að hafa bækistöð einhvern svona ákveðin tíma eins og hér einmitt, vera hérna þó það sé tímabundið. Já, það mjög gott. Það auðvitað mjög slítandi að vera alltaf að fara á milli og eitthvað svona en eins og þú segir, það ekkert, tækifærin ekkert á hverju strái, sko, þannig að maður þarf bara svolítið að fylgja því og þá bara gott líka því ég á náttúrulega lítinn strák sem í Reykjavík, þá bara gott að vera með gott bakland og sem gerir manni kleift að geta farið út allt og það samt líka svo gott, maður kynnist nýju fólki og á nýjum stöðum og það bara mjög þroskandi, myndi ég segja. Maður lærir svolítið að vera eins og hér, maður lærir að vera svona svolítið einn með sjálfum sér. Já. Og fjarri öllu og svona, það ótrúlega gott, það svona ákveðin núllstilling í því, sko. Já. Það svona hollt að fara pínu inn á við og maður neyðist þess að gera það. Mér finnst það alltaf, maður upplifir sig alltaf öðruvísi þegar maður einn einhvers staðar, þó það sé bara í öðru bæjarfélagi, þó það sé ekki lengra en það. Það líka bara svona meiri ró hér heldur en í Reykjavík. Ég upplifi það þannig. Það svona, þú veist, aðeins meira stress og aðeins meiri læti
Þannig að mér finnst ótrúlega gott að vera hér, sko. Ég alveg sennaðast útgáfan á sjálfur mér hérna á Akureyri, sko. Maður eigir allavega minni tími í umferðinni. Já, ég er líka bara ekki á bíl, þannig ég er bara labbandi út allt, ég er bara mjög wholesome. Já, frábært. Þannig að þú nýtur þess að vera hérna. Já. Og það verður frumsýnt 7. mars, ekki satt, þannig að það lítur að vera komin svolítið fiðringur í hópinn að fá fólk inn og það er bara bjartara framöndan líka með, það er komið upp í 150 sem eiga að koma í leikhús, þannig að það er einhvern veginn að lifna yfir öllu. Já, við erum líka öll bara svo glöð og þakklátt fyrir að fá að vera að vinna núna eftir þetta ár. Já. Þannig að það eru allir bara sko í skýjunum með að fá að vera bara í vinnu og gera það sem maður elskar og svo er bara geggja þegar það kemur fólk í salinn og þetta lifnar allt við og maður er bara loksins, maður er búin að bíða eftir þessu, sko. Já, það er bara bónus svona á hitt, en það er alveg sagt, það er forréttindi náttúrulega að fá að starfa við það sem maður brennur fyrir og hefur ástríðu fyrir. Já, maður tekur því alls ekki sem sjálfsögðan hlut, sko. Nei, ef þetta síðasta ár hefur kennt okkur eitthvað, þá er það. Ekkert er sjálfsagt og allt getur versnað. Nei, einmitt. Og við ætlum að enda þáttinn núna að við fá tónlistarmyndband. Þar sem að hann Kiddi, Kristinn Óli Haraldsson, sem leikur Tannálfinn, er það ekki? Tóta Tannálf í Benedikt. Hann ætlar að syngja fyrir okkur Tannálfslagið. Í nýjum búningi. Og þetta er sko eiginlega orðið uppáhaldslagið mitt í söngleiknum, sko. Já, það er alveg þannig. Þetta er alveg gjörólíkt því sem það var. Já, þetta er svona svolítið hipp og cool. Já, einmitt. Og endurspeglar kannski dálítið leikarann sem að leikur hlutverkið. Já, algjörlega. Og hann gerir þetta mjög vel, sko. Já, og við ætlum að enda þáttinn á því að heimsfrumsýna þetta myndband sem fer svo í lofti. Bara kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og spjalla við okkur, Dísa. Já, bara takk fyrir að fá mig. Og gangi ykkur vel. Ég hlakka mikið til að mæta á frumsýninguna á Benedikt. Þátturinn verður ekki mikið lengri að þessu sinni, góðir áhorfendur, en við ætlum að enda á tónlistinni. Það er Kristinn Óli Haraldsson syngur Tóta Tannálf. Takk fyrir að horfa. Þátturinn verður á sama stað í næstu viku. Verið þið sæl. Góðan daginn, ég Tóti Tannálfur. Allir þekkja mig því ég sjálfur. Geimstinn ekki passi litlu hausunum. Á öllum litlu blómálfa börnunum. Ég sá sem gætir þess að enginn fái tannpínu ósvei. Ég sá sem gætir þess að tennur séu heilar í bói. En hefur enginn alvör fengið tannpínu? Tilvara á ég nú í minni tannskrínu. Gaman er að vera Tóti Tannálfur og geyma allar gersemarnar hér sjálfur. Ég sá sem gætir þess að enginn fái tannpínu ósvei. Ég sá sem gætir þess að tennur séu heilar. En það er svo spennandi að skoða þá geimstina og smara það í haug og vera viðbúin ef liggur á að lækna tannapínu draug. En það er svo spennandi að skoða þá geimstina og smara það í haug og vera viðbúin ef liggur á að lækna tannapínu draug. En hefur enginn alvör fengið tannpínu? Tilvara á ég nú í minni tannskrínu. En gaman er að vera Tóti Tannálfur og geyma allar gersemarnar hér sjálfur. Ég sá sem gætir þess að enginn fái tannpínu ósvei. Ég sá sem gætir þess að tennur séu heilar. En það er svo spennandi að skoða þá geimstina og smara það í haug og vera viðbúin ef liggur á að lækna tannapínu draug. En það er svo spennandi að skoða þá geimstina og smara það í haug